Komum með Indíunni, þetta þessu Indíuna. Lesaður, konumatur. Þú ert núna að fara að syngja í söngvakeppninni mjög ekki rétt. Jú, það alveg hárrétt. Ég mætti nú fá að spyrja hvaða lag ertu að fara að syngja og eftir hvern? Ég Já, ég sem sagt að fara að syngja Skyfall. Með þá henni Adele. Jú, mikið rétt. Af hverju erum við að gera þetta hérna? Er ekki að lægi? Nei, veistu, mér líst ekki vel á þetta lið. Kom mér nátt í horn, já. Mér líst vel á þetta hérna. Já. Þú segir mér Indíana að þetta er lagi sem þú ert að fara að syngja, Skyfall með Adele. Þetta er mikið rétt. Mikið rétt. Hvað ertu gömul, Indíana? Heyrðu, ég er 17 ára. Ég er bara 9 ára 17. Ég á afmæli einum degi á undan þér. Kormáta mín. Mikið er gaman að þú veist afmælisdaginn minn. Það þýðir að þú hefur örugglega googlað mig eða eitthvað álíka. Jú, ég gerði það mitt núna, bara fyrir þetta viðtal. Þið getið googlað mig ef þið viljið. En segir mér Indíana, hér ertu búin að googla mig og segja aldur þinn og þú ert nú bráðum alveg að verða 18 ára og mögulega á þessu ári. Mögulega, samt ekki bráðum. Nei, en segir mér, fyrst þú ert að tapa æskunni svona mikið frá þér. Segðu mér virkilega frá æskunni, djúpar sögur, er eitthvað hræðilegt sem gerðist í æskunni, eitthvað sem hafði slæm áhrif á því mögulega? Nei. Getum við gert þetta eitthvað? Í alveg, ég veit ekki hvað ég segja. Ok, kottu, nei, veistu, mér líst ekki á þennan stað, kottu hérna bara. Veistu, þessi kvennaskóli er ekki það góður, ha? Já. Hvað er þetta maður? Já, við erum bara hér, þetta er alveg ágætur staður til að vera á betri en þessi krakkar. Guð minn almáttugur, já, við skulum ekki hugsa um þessa krakka. Nei. Virkilega, og líka bara hefur pælt einhvern veginn í framtíðinni, bara á einhvern hátt. Já, jú, ég hef alveg gert það. Ég bara vona það besta og ég ætla bara með að... Nei! Ha? Hvað er fjall? Loksins erum við komin að aðeins betri stað. Loksins. Þessi kvennaskóla, það er ekki hægt að fara á neitt staðina, ha? Nei, þetta er alveg hrikalegt, sko. Ég skil ekki hvernig þið getið þetta. En segðu mér, Indíana, hún hefur búin að tala bæði æskuna og framtíðina. Jú, við fórum alveg ítrykkað í það. En segðu mér nú aðeins nútíðina. Segðu mér hvað er að gerast í lífiði núna? Ertu að æfa einhverjar íþróttir? Einhver áhugamál mögulega? Nei, ég er nú bara hérna í leiklistinni. Ég er á æfingu núna í Fúríu. Já, mikið rétt. Heyrst hefur að setja upp hérna leikrit og... Koma, ég myndi þetta ekki. Ég ætla ekki að gera þetta. Fyrir ekki. Ég veit þetta vinna vinnuna þinni svona. Þetta var bara djók. Bara... Við erum að taka einu viðtal við fólk sem eru að taka þátt í keppni. Já, við erum alltaf að grínast með það, þú veist það, ekki? Svona vinnustaðar ekkur. Þú ert flottur strákur, flottur spirill. Við erum bara komin á miklu betri staði, það ekki? Jú. Já, eina sem trufla hér eru bílar. Það er bara umhverfisljóðin, sko. Segðu mér eitt Indíana, núna ert þú að fara að keppa í rimji eins og við vitum öll. Já. Já, og segðu mér, hvað við ætlar að gera ef þú kannski mögulega vinnur rimju?
og kemst áfram, ætlar að fagna eða eitthvað þannig? Jú, ég verður örugglega mjög glöð, sko. Já, ég er ekkert búin að plana það neitt, sko, en En, það verður örugglega eitthvað að fagna. já, þú ert kannski mögulega í sambandi við eitthvað strák, er það ekki? Nei. Nú, heyrðu. En þá er ég að meina spurningu hérna fyrir þig, myndirðu nokkuð vilja kafa dýpra með mér? Já, er það ekki? Ha? Er það ekki? Sorry. Já, við þökkum myndinni kærlega fyrir og óskum henni góðs gengis í Rimju. Takk kærlega. Vertu velkomin, Hrönn Kjartansdóttir. Takk. Hér ertu búin að skráði í Rimju sem að hvað mætti maður segja, söngvakeppni kvennaskólans og undankeppni fyrir söngvakeppni framhaldsskólana. Og segðu okkur hvað varst að hugsa þegar þú skráði þig í þessa indælu keppni? Ég held ég hafi bara verið að hugsa voðalega lítið. Og varst þú mikil söngkona í æsku? Söngstu mikið kannski fyrir foreldra þína eða eitthvað álíka? Ég hef sungið mikið en ég syng eiginlega aldrei fyrir foreldra mína. En það var kannski mikið það að syngja kannski í sturtu og svona? Nei, ég syng bara þegar ég er ein heima. Ok, það er nú eiginlega, vatni þarf ekki að heyra allt. En segðu mér eitt, ertu stressuð kannski að keppa á móti ykkurum sem að taka þátt í keppni, ykkur vinátta sem þú ert hrædd við sem þarna? Nei, ég er voðalega róleg, sko. Ok, hvað ertu gömul? Ég er 17. Hún er 17. Jæja, segðu okkur nú aðeins, hvað heitir lagið sem þú ert að fara að syngja? Háskaleikur með Bubba. Háskaleikur, Bubbi, hann klikkar ekki, hann er nú pínu flottur, eða ekki? Jú, Bubbi klikkar aldrei. Ertu kannski með svona Bubba-rödd? Nei, ég held ekki. Nei, maður myndir nú ekki segja það að allir væri með Bubba-rödd, hann er nú frábær söngvari ekki. Jú. Við erum hérna stödd hjá skólanum sem að þú ert búin að vera í cirka 10 ár, er það ekki rétt? Já, þetta hafi verið þá mjög stutt 10 ár en já. Ég sé akkurat hvernig skólinn hann er flottur og hann er svona ulaga, hann minnir mig alltaf á stafinn í nafninu þínu. En segðu mér, hvar ertu búin að æfa söng ykkur staðar? Jú, ég æfði söng í kannski 3 ár eða eitthvað. Já, hvar æfðirðu söng þá? Í tónlistarskólanum í Mosfellsbæ og svo var ég í söngskóla Maríu Bjarkar einu sinni. Maríu Bjarkar? Nú heyrðu? Já, býr hún ekki ykkur staðar þar? Hún var ykkur staðar inn í Þingholtum, var það ekki? Ég veit ekki hvar hún er heima, sko. Ég er alveg nokkuð viss að hún býr hérna ykkur staðar í Þingholtum, já. Örugglega. Já, þetta er flott hjá henni, sko. Já. Ég er nefnilega alveg viss Nei, já. Segðu mér líka eitt, Akkurat. Já, nákvæmlega, æfir ykkur íþróttir, eitthvað svona íþrótt sem hjálpa þér virkilega með kannski söngin og kemur þér djúpt inn í söngin eitthvað? Herðu, ég er í hestum. Herðu, hestarnir? Já. Ert þú kannski svona horse whisperer og syngur kannski svona til hestana eitthvað hannig? Ég syng ofta hestbaki, já, en veit ekkert hvort ég sé ykkur horse whisperer. Þar höfum við það. Hér eru sem sagt komin að fjósinu sem að þú geymir hestana hérna, eða það ekki? Jú, það eru einhverjir fólar hér inni örugglega. Ég er nú vissum að það sé engir fólar hér inni. Nei, ætli sé ekki bara allir þarna hinum megin. Jú, örugglega. Hér held ég nú að þú kom inn þó nokkur sinnum og kannski kempi smá á hestinu þínum, og það ekki? Já,
Stundum. Hefur ykkur tímann verið svona, fengið smá svona innlifun á því að vera hérna í fjósinu? Nei, ekki mjög mikla. Nei. Maður fær svo sem ekki mikla innlifun alls staðar hérna, en... Já, en svona það, sko. Það algjör skítafélagina, ég get ekki verið það lengur. Já, hérna erum við komin, æskuheimilið þitt, Grundarstígur 17 minnum mig, það ekki, og þetta æskuheimilið þitt, segirðu? Ekki alveg. Ekki alveg, nei. Ég er svolítið langt frá því. Nú. Býtu, hvar æskuheimilið þitt? Ég fættist á Blönduósi. Já. Við Blönduós. Við erum á vitlausum stað. Ég með svona spurningu fyrir þig. Ert þú nokkuð á lausu? Eða ertu kannski búin að festa þig við eitthvað sætan strák? Ég á mjög sætan strák. Það ekkert annað. En ef þú væri kannski á lausu, myndirðu kannski vilja kafa dýpra með mér? Hver veit? Þar hafði ég það. Þakka kærlega fyrir Hrönn Kjartansdóttir fyrir að kafa dýpra með mér. Takk fyrir mig. Jæja, við erum komin hingað upp í hesthús til Laufeyjar, blessuð og sæl Laufey. Sæll. Þú ert að fara að taka þátt í Rimju, ekki satt? Jú. Hendur við að taka viðtal við þig. Segðu okkur hvaða lag ætlar að syngja fyrir okkur á Rimju, eitthvað tilfinningar, eitthvað sem þú ert búin að vera að hugsa lengi kannski að syngja, sem hefur langað til að syngja loksins svona út til fólksins. Nei, ég get ekki sagt það. Þetta meira bara svona lag sem ég fann og bara cool. Nú, ok. En finnur þú kannski eitthvað svona smá tilfinningu fyrir laginu þegar þú syngur það? Já, þetta mjög tilfinningaþrungið lag. Ég get tengt rosa mikið það með við svona mínar Ég fatt það algjörlega. Hvað heitir lagið sem þú ert að fara að syngja? Cry Me a River. Justin Timberlake. Nei. Kannski Michael Bublé. Já. Hefði. Ásamt fleirum sko. En þú veist, hann bara gerði hann að cover Ella Fitzgerald. Fleiri og svona. Hann dálítill tilfinningadjöfull, þessi maður. Já. Algjör. Segðu okkur aðeins frá hérna æskunniðinni. Æskan, hvernig var hún? Var erfitt að alast upp? Voru foreldrarnir erfiðir? Var eitthvað erfitt við æsku þína sem að virkilega lítið fá útrásuna til þess að vilja syngja kannski? Já. Ég gat aldrei grátið þegar ég var yngri. Og það tengir kannski við Cry Me a River. Þá ertu kannski að reyna að koma þessu allu út og taka allt út. Þegar ég byrja að syngja þetta lag þá bara svo opnaði skáttun og bara get ég ekki hægt að gráta. Ég græpur alltaf. Guð. Það eru tilfinningar í hámarki hérna. Já, það Laufey, leiðilegt að heyra hérna. Nei. Tilfinningaspennan er orðin svo mikil en einni. Ég finn fyrir henni. Líður ekki alveg vel samt? Jú, ekki segja þessi leiðilegt að heyra. Nei, hvað alls ekki. Það er alltaf heilbrigt og hollt og gott að tjá tilfinningar sínar og útrásu að gráta. Maður á ekki að læst, maður á ekki að læsa svona hlutinni. Ég þarf kannski að hugsa eitthvað betra, kannski skárra eitthvað. Nei, líka ekki alltaf góð útrás kannski að hlæja pínu líka. Þetta er eitthvað laugh me a river, þetta er cry me a river. Allavega, heldum kannski. Ég ekki mjög góður í því að gráta. En segðu mér eitt, æskan, þú hefur talað hana, jú. En segðu mér líka,
framtíðin geymir svo mikið í sér eitthvað svo gott, eitthvað svo svakalega frábært. Finnst þér það? Hver eftir í hvernig maður hugsar jákvært eða neikvært, finnst þér, eða hvað? Jú, mér finnst það. Já, þú veist, já. Og hvað hugsar þú til dæmis að þú ætlar að gera kannski í framtíðinni? Hefur hugsað kannski söngin í framtíðinni? Ég hef heyrt nú þig syngja áður. Já. Og hefur eitthvað sem hann hugsaðir kannski að gera eitthvað meira með þessar frábæru söngrætið þínar í framtíðinni? Já, ég sem sagt planið að fara til Hollands og læra svona jóðl. Síðan ætla ég að fara til í Síberíu, fara hérna í austurhluta Síberíu og læra svona throat singing. Svo langar mig að fara til Finnlands og læra ná góðu vald á þungarokki. Og fara svo til Ítalíu og læra A-klassa óperu. Þannig ég vil helst bara fá alla geirana svo ég get bara sungið allt. Ég vil vera fyrsta manneskjan í heimi, fyrsta konan til að geta sungið allar típur söngs. Það er markmið mitt. Það er ekkert annað. Þú algjörlega veist hvað þú vilt. Já. Algjörlega, þú ert með þetta allt inn í þér. Já. Frábært, ég fann allt í henni fyrir gleðinni hérna inni. Hérna sjáum við akkurat hesthúsið þitt, það er engir hestar hér, en það eru allir úti eins. Þeir fyrir líka fyrir sloft, sko. Já, alveg eins og við. En segðu mér, Laufey, ertu í einhverju sambandi kannski með strák? Einhverjum strák? Nei. Nú er ég með aðra spurningu. Myndir þú nokkuð vilja kafa dýpra með mér? Er það bjóðast? Þetta er nú bara spurning. Við erum bara að sjá hvort þú hafa það sem þarf. Laufey! Komi! Laufey! Nei! Laufey! Við þökkum Laufey kærlega fyrir viðtalið og óskum henni góðs gengis. Þakka kærlega fyrir, Laufey. Já. Já, takk. Verið velkomin aftur, við erum hérna komið með Hildi, blessu Hildur. Sæll. Hvað segir þú gott hennan ágæta dag? Bara allt mjög gott. Ertu viss? Nei. Ég er alveg pínu stressuð, sko. Segðu mér eitt, Hildur, hvaða lag ertu að fara að syngja á söngvakeppninni? Ég skal mála allan heiminn. Og hvernig tilfinningar berðu fram að laginu? Ertu ánægð þegar þú syngur lagið eða ertu kannski leið eða er þetta skemmtilegt? Hvernig er þetta? Ég er bara mjög hamingjusöm þegar ég syngur þetta lag. Þetta er æðislegt lag. Gerir maður bara mjög ánægðan að syngja það. Frábært að heyra. Er einhver ástæða svona að valdir þetta lag? Er það bara upp á skemmtunina eða var það kannski eitthvað svona eitthvað sem sagði þér þetta var í frábært lag eða eitthvað þannig? Hvernig var það? Ég hef búin að vera að syngja þetta lag í mörg ár fyrir Betsy Passa, svæfaði og svona. Ég ætlaði ekki að syngja þetta. Ég ætlaði að taka annar lag í pröfunum en svo var ég svo stressuð að þetta kom eiginlega bara út. Það er ekkert annað. Hvaða lag var þetta sem þú ætlaði að syngja? Með Lana Del Rey, Born to Die. Já, það mamma var alltaf að hlusta þegar ég var lítill. Ég man alltaf eftir tón. En já, þú segir nokkuð. Ertu ekki spennt að byrja að keppa og svona? Jú, ég held að vera mjög gaman. Algjörlega. Segðu mér líka eitt, nú erum við búin að tala um lagið og svona. En segðu mér svona aðeins frá þér í æskunni. Hvernig varstu sem barn? Varstu ofvirkur, lítill prakkari eða varstu þetta englabarn sem þú ert í dag? Ef þú ert þetta englabarn sem ég held þú sért. Já, ég var allavega betri þegar ég var yngri, getur sagt það. Ég var alveg lítill fullorðinn alltaf. Það er ekkert annað. Og hvar ólstu upp?
í Vesturbænum. Vesturbærin. Aðalstaðurinn Jóls líka þar upp. 102. Reyndar 107 en já. Ég ætti kannski að kalla mig Hildur 102, þú veist, gegn Óla 107. Það væri ótrúlegt, geturðu gert það? Geturðu labbað hann að segja og sagt Hildur 102? Nei, ég er 170 núna, þannig að þú veist. Þannig að það myndi eiginlega ekki meika sens. Nei, það myndi ekki meika neitt sens. Umulegt. En segðu mér Hildur líka, segðu mér svona, við erum búin að tala um æskuna og þetta frábæra lag og segðu mér núna, ertu eitthvað búin að hugsa um framtíðina? Er ekki menntaskólinn bara að fara frá þér en ætlar kannski að halda áfram með söng, hvernig er það? Ég ætla að taka mér ársfrí og fara að gera eitthvað skemmtilegt, fara að ferðast og svona, byrja á bara stuttri þessa ferð og svo vonandi Rússland eftir það. Ótrúlegt, þú ert svona heimsborgari, ha? Já, það er til. Það hefur efnaði. Þegar maður hefur efnið. Og enn in Róm. Eða þú veist, ég veit ekki, ég hef aldrei fann þangað. En segð mér líka, það er nú frábært að ferða svona. Já, það er bara geðvikt. Og að ferðast, jú, það er eitt. En annað er að vinna keppnina. Og hvað ætlar að gera ef þú vinnur keppnina? Það ætla ég bara að fara til Akureyrar og vinna þá keppni líka. Yes! En ætlar að fagna? Sko, ég hef bara nákvæmlega ekkert pælt í því. Morgundagur minn er bara rosalega stress því að ég er bara að fara að syngja svo mikið, þú veist, labba í búðir og syngja með litlu barnið, þannig að... Syngur þú sem sagt alltaf svona til eina barns? Alltaf svona þegar þú æfir þig? Syngur alltaf til barnana? Nei, það er Sturtuhausin er svona aðal aðdáandi minn. Það er svona klassískt. Já, svolítið. En segðu mér Hildur, ert þú nokkuð í einhverju svona ástarsambandi við einhvern strák? Engan sérstakann. Falin myndavél? En segðu mér, þá, ef þú væri kannski ekki í einhverju ástarsambandi. Ég vil breyta þessu. Ég er í mjög góðu sambandi, 5 mánuði núna. Þannig að þú veist, sorry. En ef þú værir ekki í ástarsambandi, myndið þú mögulega vilja kafa dýpra með mér? Já, ég hef alveg pælt í því, sko. Fyrst þegar ég sáði þarna á slopp einu sinni, það var alveg pínu svona spennandi, en það væri ófagmannlegt náttúrulega, þú veist, ég að keppa, þú að spurja, þú veist. Hver veit hvað gerist? Við þakkum Hildi kærlega fyrir og óskum henni góðs gengis. Þakka kærlega fyrir Hildi. Þannig að við erum stödd hérna í Árbænum og hérna erum við með Crossfire Hurricane. Ljósina, blessaði strákar. Hæ, þetta er eiginlega fleirtölu, Hurricanes. Hurricanes, afsakið. Það blir safsökunar að þessi. Segðast, hvað heitið þið allir? Hvað heitið þú? Flóki. Ég heiti Andrés. Bjarni. Vignir. Flotti strákar. Og hvað spilið á? Segir svona hvað hljómar þú spilar á hérna bassa eða ekki? Jú, rafmagnsbassan. Já, trommusett. Ég er söngvarinn. Og rafmagsgítar. Það er ekkert annað. Við erum hérna með heila hljómsveit sem ætlar að spila lag sem heitir hvað? Tightrope með Stevie Ray Vaughan. Já, hvað heitir það? Ég fatt að þeir þurfi ekki allir að segja aftur. Flott. En segjum við strákar hérna, er að gera eitthvað svona kannski eigin útgáfa læginu, er þetta kannski bara svona sama útgáfa og bara endur hlutina, eða er þið kannski að gera eitthvað svona sem að svona ykkar eigið svona af þessu lægi kannski? Já, þetta er ekkert alveg eins og þau spila, en já, breytum því smá. Trómannar eru talsverð öðruvísi. Það er svo flott að geta gert svona þegar maður er í hljómsveit að geta kannski breytt eitthvað svona sjálfur, kannski eins og trommutaktinu með að missa bassalínu eða eitthvað þannig, er það ekki? Jú, það er svo gátt. Ákamlega. Og þú söngvari, þú kannt alveg vel að syngja lagið og svona, er það ekki? Jú, ég gleymi bara alltaf senasta hlutunum sem er mjög fyndið á æfingum. Við vonum nú að það gerist ekkert hérna í rimmi, þetta.
kannski annars náður að æfaði vel hann á spunanámskeiðinu og það er að spinna eitthvað vel hann ég kannast við það segjum mér strákar, talið aðeins æskun ykkar, voruð allir vinir í æsku eða var þetta svona hei, sjá þessa stráka, þeir eru fínir þeir kunna örugglega á hljóðfæri eða eitthvað skona þannig hvernig var æskan? Bara, við þekktumst ekkert í æsku kynntust nú bara í kvennó sko. Og hvernig svona vissuði allir að þið spila á hljómfæri bara einhvern veginn kynntust þið bara hei, ég kann á trombur, ég kann á bassa gerum hljómsveit Spurði hann? Já, ég var með flóka í bekk ég er með flóka í bekk og við sem að spila á bassa og við erum saman í íþróttum og við sem að syngi Já, við ætlum fyrst að vera saman í atriði með Óla 107 en síðan vorum við ekki hrifnar á laginu hans og við, ég og Vigni ákváðum að vera saman með lag Þetta var út úr viðtalinu Nei, við hötum Óla 107 Ég ætla núna að taka það fram að ekkert verið kvætt út í vitalinu Nei, ég er ekki næst, þetta eru tekið út ef að þarf Þú kvættar þetta ekki út í vitalinu styrri Þú kvættar þetta ekki út Þú kvættar þetta ekki út Nei, en jú, já, æskan, ok en svona kannski, ég ætla að spyrja kannski hvernig æskan var fyrir ykkur Var þetta erfið og djúp æska hjá þér Flóki? Já, nei, hún var bara mjög góð bara yndislega æska Það er nú gott að heyra en hjá þér Andrés Já, hún var bara rosa fín sko bara afslappandi Nú heyrðu, en hvað með þín Pétur? Ég var pínu, ég skemmti aðeilin hérna ég var laður í einhelta stóru krökkunum þegar ég var lítill Nú heyrðu þannig að erum við smá Nei, ég er nú bara að grínast en eitthvað slæmt, eitthvað sem Nei, ég var bara mjög feitur lítill strákur og það var mjög gaman að gera grína mér En nú ertu bara sætur söngvari og stelpur hann er á lausu En hvað með þig, hvernig var æskan hjá þér? Bara mjög fín Mjög fín Það er nú gott að heyra Fínar æskur eru nú þær fínustu að bestu tegund En segjum mér strákar, ef að þið kannski myndið segjum svo vinna rimju hvað ætlið að gera? Fagna mjög mikið Eru allir sammála því að ætla að fagna mjög mikið? Það er mjög mikið sko Ég var að plana að tattúa nafn hljómsveitarinnar á hendina mína ef við vinnum Ætli kannski allir að gera það? Já, það er að gera það Já, það er allavega hugmynd Það væri líka bara fucking tough að gera eitthvað þannig Og segja mér líka eitt annað eru þið allir á lausu eða eru þið kannski einhverju svona dúlli með einhvers konar stelpum? Ég er nú bara föstu sko Nú heyrðu Já, ég er bara á lausu sko Nú? Ég er líka á lausu Já, ég líka Hefðu heitt fastur og því lausir En segja mér, ef þið væri nú allir á lausu myndið þið kannski vilja kafa þeim dýpra með mér? Já, örugglega sko Ég skil ekki spurninguna Þú mátt túlka hana hvernig sem þú vilt Já, ég er ekki veit að kjóða spurninga áttur Myndirðu vilja kafa þeim dýpra með mér? Nei Nú, ok Alltaf tími fyrir tilraunir Ég veit Nei, það Nú, ok Tja, allan að Alltaf gaman að prófa nýjar tilraunir Við þökkum strákunum í Crossfire Hurricanes fyrir þetta og fyrir flottir strákar og gangi ykkur vel á rimið. Takk fyrir það. Við erum hér stödd heima hjá Björk og Sóley. Við ætlum að tala, kafa aðeins dýpra með þeim. Hvað heiti þið? Ég heiti Björk. Sóley. Og þið búið hér saman í þessu ágæta húsi. Þetta er frábært húsnæði. Takk fyrir það. Takk, já. Þetta er
maður finnur eiginlega bara svona tónlistarandan þegar maður lappar hingað inn. Þegar ég lappaði inn á hann þá fann ég einhvern veginn öðruvísi andrúmsloft. Getið þið eitthvað sagt mér frá því hvað þið búin að gera til þess að gera svona? Þið syngið á hverju einasta degi eða? Já, við syngjum mjög mikið og spilum á gítar og hlustum mjög mikið á Gullbylgjuna og syngjum saman og meðan við eldum og svona. Já, þið eldið sem sagt sjálfa og svona. Já, voða heimilislegt. Já. Það er ekkert ógeð eitthvað sem maður kaupir út í búð. Segðu mér stelpur, hvenær svona byrjuðu að finna fyrir tónlistinu og byrjuðu að finna fyrir því að svona gátu kannski sungið eða spilað þetta ágæta gítar? Hvenær svona byrjuðu þið í þessum bransa? Það bara fræði mann eftir mér sko. Byrjaði að syngja en síðan lærði ég á gítar eitthvað tímann í úlingadeild. Já, það er ekki þannig. Lærðu kannski ykkur tónlistaskóla? Ekki á gítar, ég æfði á hljómborð í 9 ár. Hljómborð. Verkfæri djöfulsins. En hvað með þig, Sóli? Já, ég hef alltaf verið að syngja bara frá því ég var lítil. Mamma er söngkennari og systur mín eru alltaf að syngja líka. Og svo hef ég æft á 5 mismunandi hljóðfæri. 5? Getur þið nefnt 3? Já, klarinett, trompet og piano. Ótrúlegt. Þið eru alveg með þetta, Guð. Maður nú finnur fyrir því. Og segið mér eitt, þið eru nú fluttar hingað í þetta frábæra hús. Hvað voru foreldrar ykkar leiðir þegar þið sögðust ætla að flytja út? Þú veist að heyra, mamma, pappi, ég ætla að flytja út. Það er aldrei erfitt að heyra það frá börnunum sínum sem eru svona ung. Er það ekki rétt? Jú, þetta fór aðalega fyrir brjósta á móðu minni en hún er alveg búin að díla við það. Eins gott fyrir hana. Hvað segir foreldrar þín í Sóli? Ég flytti nú heimann fyrir 2 árum svo það var ekkert eitthvað gæðið mikið sjokk fyrir mömmu. Nú, ok. Það er að segja að þeim verður bara örgulega skýt sama. Segir mér lagið sem ég ætlaði að flytja. Hvað heitir það og eftir hvern er það? Þetta er All I Want með Codaline. Codaline? Aldrei hef ég heyrt þetta áður. Er það skemmtilegt lag? Kemst það virkilega inn í ykkur þegar þið syngið? Finnið þið fyrir tilfinningunni? Fáið tár í augun þegar þið hugsið lagið? Já, algjörlega. Þetta er alveg yljar manni hjartarætur. Er það alveg rétt það sem ég er að segja? Já. Já, þetta er rétt að vona það. Maður ætti nú ekki að vera að syngja eitthvað sem maður hefur enga tilfinningu til. Það er engin ástæða til. Nei. Segið mér frá æsku ykkar. Var æsku ykkar erfið? Var virkilega erfitt að alast upp við foreldra og svoleiðis? Var það erfitt? Alls ekki, bara frekar ljúft sko. Nú, það er nú gott að heyra svo sem. En hjá þér, Sóli? Já, bara mjög kósí í sveitinni. Sveitin er nú kallaður dýrðarstaður fyrir æskuna. En maður flytur kannski í bæinn og í framtíðinni. Eins og fleiri. En segjum við stelpur, eru þið báðar að hitta ykkur að stráka eða eitthvað svoleiðis tengt? Kannski eitthvað svoleiðis? Nei, bara lafleysi. Það var gott. Ekki í augnablikinu, nei. Í augnablikinu, nei. Maður þarf nú ekki alltaf að vera í augnablikinu. En myndi þið kannski segja að þið myndu vilja kafa kannski aðeins dýpra með mér? Endilega. Já. Komið sæl, við erum hérna komið með Hávar Hermásson. Blessaður Hávar. Hæ. Og hérna við ætlum að taka hér viðtal við hann stutt og kafa aðeins dýpra með honum. Herru, segðu mér eitt, hvað heitir lagið sem þú ert að fara að syngja? Það sýnir sig. Nú, með hverju með það? Hjálmum, það er ekkert annað. Og berðu ykkur er svona tilfinningar gagnvart laginu? Farið ykkur svona góða tilfinningu eða eitthvað neginn svoleiðis? Já, alveg eins. Nei, þetta er bara í minni tóntegund og þetta er á íslensku. Þannig að þetta var svona eitthvað sem er bara
hei, ég get sungið þetta. Já, hann má segja það. Það er ekkit annað. Mér líst bara nokkuð vel að það. Já. Er það ekki? Jú. Já. En segð mér eitt, Hávar, þú ert líka hérna, já, þess að fara að syngja lag með hérna Hjálmum. En einnig ertu líka hér í kvennaskólanum að setja upp leikrit með leikfélaginu, ekki rétt? Jú, það passar. Passar akkurat. Er ekki erfitt að vera í tveim hlutum á saman tíma, eða þarftu kannski ekkert að æfa þig fyrir söngin, eða er það minna eða meira? Já, ég þarf ekki að hafa með þetta, kemur bara sko, þetta er náttúrulegt. Það sýnir sig. Segðu. Og ég skal segja, það sýnir sig. Já, það sýnir sig. Já, það gerir það algjörlega sko. Já, segi mér líka eitt, Hávar. Talaði aðeins fyrir mig æskuna. Hvernig var æskan hjá þér? Var hún grimm eða var hún kannski bara eins og saklaust lítið blóm? Var hún æðisleg? Hvernig var æskan? Sko, þetta gerast allt í Hafnarfirðinum sko. Það var að gerast hlutirnir. Hafnarfirðinum? Já. Ég er enda fættist ekkert þar en ég veit að það gerast eitthvað í Hafnarfirðinum. Ég hefur ekki á þessu tímabili, þá gerir margt í frá. Ég heldur það ekki. Þetta var svona en uppbygging og svona. Alltaf gerist það sér. En já. Já. Ég var allavega í Vesturbænum. Fættist endur í Hlíðunum. Ég fættist endur á Landspítalunum. Ég held að ég hef gert eitthvað líka. Jálfur? Ég held það. Ok. Já, og hérna svo ólst ég upp í Vesturbænum og spila fótbolta með KR og svona. Og eitthvað svona sem hafði áhrif á kannski tónlistina eitthvað staðar þar í æsku? Varstu kannski stoltið svona að syngja svona ganni kannski lítill prakkari? Já, alltaf ekki. Gera það ekki allir? Ég veit það ekki, gera það allir? Ég veit ekki, voru að spyrja hann. Gera það allir? Það er spurning. Spyrjið ykkur. Eða pabbi ykkar, eða mömmu ykkar. Eða bara einhvern, bara þú veist. Er það ekki? Já, æskan maður, já. Klassíst. Og... Nei, mér er ekki sama. En þú máttu alveg. Já. En segðu mér eitt, núna erum við búin að tala æskuna, frábær fótboltastrákur úr Vesturbænum. Ólst upp í Hlíðunum, ekki rétt? Ég fættist í Hlíðunum. Já, fættist í Hlíðunum, afsakið, ég beðist afsökun. Segðu mér samt þá, hefur eitthvað pælt í framtíðinni, eins og mögulega í söngnum eða leiklist eða eitthvað nám, eitthvað sem þú ert búin að hugsa Róp, hann ætlar að vera rópkeppni. Svona rópmestur? Nei, ég er búin að hugsa mikið það. Ég ætla bara að vera leikari, held ég. Það er ekkert annað. Og færðu kannski eitthvað svona, ertu búin að hugsa mikið, ertu búin að sjá mörg leikrit og búin að leika í miklu og svona, og ertu alveg tilbúin í að stökkva út í það í framtíðina? Já, ég held það nú. Það er ekkert ljós. Algjörlega. Og það er kannski dálítið kostur að vera svona lítill söngfull í leiðinni. Ætli það ekki? Segðu mér, Hávar, ert þú eitthvað í einhverju sambandi eða einhverju svona ástarsambandi við mögulega stelpu? Já, mögulega. Það er ekkert annað, en núna ætla ég að spyrja einu, ef þú væri mögulega ekki í neinu svona sambandi eða eitthvað svona, myndir þú vilja kafa dýpra með mér? Já, kafa dýpra? Þú mátt halda hvað sem þú vilt um það. Ég er nú ekki mikið fyrir sjóin sko, en við getum kafað eitthvað.